Hlustendur, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 19. september og FM 95 blöð að hafa göngu sína á ísköldum föstudegi allavega hér í höfuborginni. Við vorum að lappa hérna á milli og lífa og sínar og þetta bara íbarasta. Alveg viðbjöður. Ógeðslega kalt. Er komið haust? Ja, það er ekki bara komið vetur. Ávetur, myndi ég segja. Já. En þetta var gaman með það endist. Þetta var fínasta sumar, við getum ekki kvarta. Stormurinn Heyrðum í stormunum með þess að í blökastinu og þökkum honum fyrir. Sá deliveraði sumrið maður. Það er ekki annað að segja. Nei, en það er reyndar sko, við vorum nú að lenda frá Ítalíu í gær. Það er aðeins betra veður þar. Aðeins? Ég er ekkert hissa á að Ítalinn, hann ætti að vera bara hamingjusamasta þjóð í heimi. Það er allt fullkomið þarna. Já, nema þjónustan. Og sturlaði matur. Já. Sturlaði drykkir, geðveikt veður, ógeðslega fallegt. Já, Ítalía er held ég bara orðið nýju upp á slandinu. En hvað er málið samt með, þú veist, þjónusta á svona stöðum? Það er alltaf Þið finnst þú svolítið hægir, þú vorst að mæla í því. Þeir eru bara ekkert stressaði, það rennur ekki í þeim blóð. Það er engin bara einmitt, þú pantaði kannski eitt bjór, hann kemur til 20 mínútur. Sko, Steindi sagði við eina konu á hótelin okkar, hann var eitthvað svangur greið kúturinn. Ég á búin að býða í Is the pizza cooking well or? Nei, hvað er þetta kall? Hann spurði því, is the pizza cooking? Því hann var svo þreyttur á að býða. Ég á búin að býða í einhverja 40-50 mínútur eftir Margarítu. Ég sagði, is it cooking? Is the pizza cooking? Það meinti ég, vitið hvort það sé búið að ræsa pizzuna inn, þú veist, is the pizza cooking? Hvað sagði greið maður? Það bara konan bara held áfram að labba, það voru allir hættir að hlusta á hann þarna. Nei, hún sagði bara hún var svo oft að biðja bjór og eitthvað Nei, hún sagði held ég bara, já, hún var að fara inn Hún var að fara inn Það var klukkutíma síðar sko. Þetta er góð pizza eftir þú fegst hana síðan. Já, hún var enda bara mjög fín, hún var mjög fín, mjög góð. Það er Ítalía, eins og ég segi, ég held að það sé upp á landi. Svo hérna við vorum að veislistýra brúðkaupi, hrikalega gaman. Svo var Björn Jörundur með okkur alla ferðina. Það er kongur. Ég er ekki frá því að Björn Jörundur sé orðheppnasti maður í Íslandi. Þetta er bara, þú ert með svona bara gangandi skemmtikraft með þér. Sérstaklega hann verður til dæmis eins og pirraður á hérna á Ryanair. Ok, ef það er eitthvað sem að panta flug með Ryanair á næstunni, byttu bara, gleymið því. Byttu fyrir þér að því að ég mun aldrei fljúga með sér flugfélagi aftur. Er þetta ekki örstuðt ferð að sagða? Við flugum sem sagt hérna til Við flugum með play til Stansted og það var frábært, það var bara allt upp á 10. Nei, þá vorum við 11 tíma stoppið þar. Við þurftum að fara bara inn í Stansted að borgina allir við hliðina. Hefur þið heyrt svona langa bíð? Bara hérna, við erum að spáði að fara til 11 tíma í loftið. Við fórum bara inn í Stansted bara og næsta Pár til dæmis kom einn lína frá Bjössa því að hann keypti 4 bjóra á flugvöllunum. Við heldum mættum bara að sitja þar og drekka bjór. Svo sagði gaurinn við hann hérna, þú mátt ekki drekka bjór hérna á flugvöllunum. Og þá sagði Bjössi, ég man þeir voru skemmtilegir maður. Og ég bara lappaði fyrstu. Svo var hann svo breytur á Ryanair. Það er bara, enda er þetta, ég meina þetta flugfélag er versta flugfélag sem til í heiminn. Það var sko 4 tíma senkun á öðru fluginu. Við mistum næstu að vélinn í gær. Og þá ætla ég líka að tala um öll flugfélag. Ég ætla að þakka Icelandair kærlega. Þau biðu eftir okkur. Leiðu okkur að taka töskunar og við hlupum á milli til að ná vélinu því að þau biðu eftir okkur. Þannig að það var virkilega fallegt. Og þeir eru búin að, sko, þeir tóku gaggrinnin okkar á kassan. Konum með light. Konum með good light. Þannig að Play náttúrulega búið að vera að pakka þeim saman undanfari. Nú eru bæði íslensku flugfélög með good light. Og bæði þessir flugfélög svona 10.000 sinnum betri heldur en Ryanair. Því að sko Bjössi sagði við konuna hjá Ryanair, því að hún var svo þreyttur og þú ert að gera allt sjálfur. Þú ert að fara í appið, þú ert að bóka þig inn, þú ert að fara með töskuna þarna sjálfur, setja á. Hann spurði konuna hjá Ryanair hvað verið mörg ári að hann þyrfti að fljúga vélinni sjálfur. Hún bara, hvað er langt í þurfa að fljúga þessu bara sjálfur maður? Ég veist þessu viðbjóður þetta. Aldrei fljúga með Ryanair. Nei, ekki ef þið getið forðast það. Já, og svo er þetta líka svona að þú veist, þeir náðir, skilur. Jú, getur auðvitað keypt mjög ódýran flug með hjá Ryanair. En síðan þarftu allt í hennu að borga fyrir allan fjanda þegar þú mætir og þú veist, þeir náðir alveg upp í eðlilegt verð á flugmiða, sko. Þannig að þetta er allt saman Hvernig er inn í þessari ógeðsluðu vel? Það er í rauninni allt í lagi samt, sko. En það er ekkert svona hólfið að neitt. Egil, ég lent
Herru, ég er með rosalega sögu fyrir þig sko. Thank you. Ég er búin að býða eftir að segja þetta. Ég er búin að gleyma þessu sem betur Ertu að fara að segja að þú ætla á klóstið? Býtu, slökum á. Þú ætlar að fara að íkja þessa sögustendi? Ég er ekki að grínast, ég lappa þér nú. Býtu, nú verðum við að slaka Nú ætlum ég bara að halla mér aftur í stólum og slaka ok. það á. Já, ok, býtu, við sitjum. Ég er búin að, sko, við rifumst úti, bara svo veitir það. Við rifumst í alvörun eftir þetta. Því ég var bara að spyrja hann, er eitthvað aðeins? Allt sem ég gerði, það var ekkert óeðlilegt við Það þetta. er leiðin út eða heim. Leiðin út. Ég ætla, nei, jú, á leiðin út. Allir í gír. Gírin var nú. 3 í gír. Nei, það var Þú Björn Jörundur og... Já, en við vorum samt búin að býða náttúrulega í 11 tíma eftir þessari vél, sko. En jú, en ég get sagt 3 í ágætis gír. 11 tímar. Ok, við vorum komni samt alveg í góða heimina þegar við tókum 11 tíma byggð, þannig að við fórum út bara í standstöð, lítum geima á töskundan á flugvöllunum og fórum bara pub. Fórum og splittuðum gínu. Já, splittum ekki eðlilega, sko. Áttu að gera. Auðvitað, það er bara sammála. Bjössi, hann er ekkert ólíkur okkur, hann hatar ekkert sopan. Nei, og þetta var bara smelt passaði og við svo erum við mættir í vilina og allt þetta og nei, auðvitað gerist það, ég ætla að bara aðeins að rifja upp, manstu þegar við blöð vorum eins og að ferðast og það var maður sem fekk Það sem dó. Fekk aðsvip fekk ekki og látin hann að og milli svona góðum 90 mínútum eftir það allt var orðið gott og spurði herri getið banda með gin og tónik upp á saga mín þegar hann pantaði drikki við og var látið Steindi núna, hann er að reyna að búa til nýja svona sögu og þetta er svo mikið kjaftaði Ég væri til í aðra svipaða sögu. Já, herru, það sem gerist núna í þessari Þú sé ekki alveg eins, bara Nei, herru, það er eitthvað gæi bakvið sem er að lendi í ykkur algjöru ógiði, ykkur vesinni Steindi veit ekki eins og hvað gerðist Lendið í þessu öllu maður með hita Herru, nei, byrju, það var segirðu, var maður með Það var hita? náttúrulega að vera að segja þetta í kallkerfinu Steindi náttúrulega bara skilur ekki ensku hann veit ekki hvað að gera Það var sagt í kallkerfinu Er læknirinn það var sagt Is there a doctor? Er tilkynnt ef að það er komið 37,8 Það var verið að biðja lækni fyrst Er eitthvað læknir? Það kom bara í kerfið Is there a Það er doctor? alltaf eitt læknir í öllu flugum. Herru, en svo var að finna Is there a doctor eitthvað Kemur ekki flugfræðan til okkar Þegar satt hjúk á mill okkar Já, og hérna Hjæltum að þú væri læknir? Nei, ég held hún það sjá náttúrulega allir bara Nei, hún lítur út eins og Ég held eins og fyllir Lítur þessu 67 ára gömur kona sem er læknir Henni lítur út núna Ég held fyrst að hún væri að koma og spurja bara þú veist, viljið þið reyni taka og maður hefði gert það samt ef maður verið beðin að Þetta var hún eftir að fara að byggja þig að koma að kíkja á mannin Það er að knóðan, maður er ekki líði Maður hefði ekki staðið samt bara kyrr Ef hún var að leita fólki þá myndi maður alltaf fara En þú hefði getað COVID-testaðan betur en allir aðrir í þessu Það var bara á nú leitni En hún kom að því að konan á milli okkar Steindi, varstu svona fullur eða hvað er að gera, mannstu bara ekki Já, með headphone í öðru Það drakk 11 tíma stopp Hún lyfti upp hönd af því að hún var hjúka Já, og þess að koma til okkar Það var ekki læknir Ég siti í gluggan, hún í miðjunni og blöð við gangin og hún er hjúka Ég veit að meira að þú set meira qualified þarna Herru, og flugfræðan kemur Já, hún stendur hérna yfir okkur flugfræðan og það er náttúrulega eitthvað í gangi með mannin að búið að byggja lækni margótt Já, og þú mátt víst ekki sinna neinum borð ef þú ert ekki með lækna skirtinu á Nei, Steindi, í svona 100. sinn ef þú hlustar einhvern mann, þau mátt ekki opna kittið af því að það var ekki með skirtinu á sér þau mögðu alveg lækna og þjóna manninum en þau mátt ekki fara í töflunar sem voru borð af því að það var ekki með skirtinu Þú náttúrulega skilur þetta ekki, þú skilur ekki ensku Það var verið að útskýra þetta fyrir okkur Ég þarf bara einhvern veginn að þýða þetta fyrir Þetta er cirka með þetta Og þegar ég spyr hérna flugfræðina Is everything okay? Og hún hvað við erum að vinna í þessu og nörsin er ok, og hún er að reyna að leita skirtinu Ég þarf að standa upp af því að hjúkan sem situr á mill okkar hún þarf að komast út og þá segir blöð, excuse me, can I go to a toilet? Sagan er búinn Fannst þetta ekki alveg ótrúlegt að það sé maður með hitt og ég þurfa að míga Ég er staðin upp Við vissum ekki að það verði mikið Ég vissi það víst, þá búið að segja það í kallkerfinu Hita? Já Hver er þetta að kalla lækni um einhverju með hita? Af því þið vantaði töflur, þetta var ekki alvarlegri þá Ég er búin að reyna að segja þetta 10 Og þú segir, excuse me, can I go to the toilet eitthvað? Og hún segir nei Það var Steindi bara, hvað er þetta að gera? Ég er bara, hvað er ég að gera? Ég ætla að klóspið Það sátt allir Steindi bara dettur í eitthvað panik bara, læknir og eitthvað Ég sagði blöð, þú voru að bíða eftir þessu að þetta sé búið og róast þetta Nei, þú þurfti ekki að bíða eftir neinu Hún sagði bara, já, klóstið hérna frammi í bila farið aftur í, og þetta var klóstið frammi í bila þetta var ræja neð, Núna er þetta í rauninni, hérna, þú hefur pandadrykk og reynda var að klóstið þegar það er neyðatilfell í gangi Það var ekkert neyðatilfell í gangi Pælir, Það var maðurinn lágan á gólfinu eins og hinn Nei,
Hann satt í sætjum sinn og Steindi vissi ekki eins og hvað hann var. Hann var í tómu rugli. Ég sá mannin fyrir fór á klosti og hann bara með hita. Leið illa og var að reyna að finna töflur. Það var ekki alveglega en það. Og Steinda fannst þetta alveg ótrúlegt að ég skildi lendi þessu aftur. Ég var svo þreyttur á honum. Við rifum. Ég sagði strax við þig, Blöð, aftur ert að lendi í þessu. Manstu? Ég sagði það við þig. Þá var ég bara, hvað er að þér? Af því að eina sem ég gerði var að fara á klostið. Ég sagði þess að við, ég verði að segja allir frá þessu. Já, herðu, þetta var, ég veit ekki hvernig þessi saga verði hjá Steinda eftir 10 ár, þá eru búin að kýla hjúkkuna og míga eitthvað bara. Það eru 2 menn sem eru svona nánast látnir, fyrir að skipti pantaðurutri og núna viltur þú fara míga. Þetta er ongoing theme. En í grunninn þá samt skilur við að vera að biðja lækni. Það flugfreyja sem hallar sér að reyna að fá hérna, ertu með skirtin til að kíkja á hann og þú veist, allt ykkur paniki. Það eitthvað í gangi, skilur við. Ég náttúrulega stóð upp til að hleypa hjúkkunu úr sætinu. Já, og sagði svo, can I use the bathroom? Já. Vá, hvað ég rugglaði hún var að tala við hjúkkuna. Ég þurfti að míga. Ég var staðinu, það var ekkert í gangi og ég spurði hjúkkuna, ég sér ok, go to the bathroom. Bara það er bara bilað hana fram í en farið aftur í. Takk, þá varst þú bara Anna Case maður. Ég bara, fjögur eftir rugglaði maður. Það er ekki hægt að ferðast með þér. Ég sagði ekki Anna Case. Já, þú varst eitthvað stað að það bara op maður, eitthvað svona. Ég sagði þetta þurfum við að fara yfir. Sem við erum að gera. Sem við erum að gera. Gaman að þessu. Og ég held að hlustendur trúi mér frekar en þér og ég lofa ykkur, kæru hlustendur, ég er að segja ykkur dagsrætt, þetta var ekki alvarlega en þetta. Þetta er bara svo fint að þú sért alltaf að lendi í vél með einhverju fólki sem... Ég náttúrulega alltaf með þér í vél þegar það er eitthvað veikur. Já, í rauninni steikt að við sem alltaf saman í vél þegar eitthvað líður yfir fólk og allt í rugli. En þú varst líka slefandi og ég var ekki að segja henni frá því. Hæ? Þú varst líka bara sjótandi og slefandi, ekki að segja henni frá því. Já, hann sefur bara þannig. Þú ert bara einhver slefkall. Please ekki að vera að kalla mig slefkall í beinni, það er hræðilegt nýtt sko. Ok, þú átti erfitt með munnvatnið þegar þú sefur. Ég var bara svo svakalega þreyttur við vorum illa sofnir, búið að stoppa svo lengi. Palliði, við vorum jafn lengi að fara til Ítalíu sem er í Evrópu og við vorum að fara til Nýja-Sjálands Þetta var alveg ferðalag. En svo er Anna líka Ítalinn, hann er búin að stela öllum lögunum okkar. Þú heyrir ekkert annað en bara íslensk lög búið að breyta þeim á ítölsku þarna í Ítalíu. Motherfucker. Hvað lög með bó og... Já, bara taka öll jólalögin okkar og gera eitthvað poplög úr þeim. Jesus. Það skamma sín þetta lið. Sann drepp fyndið, maður er alltaf að heyra íslensk lög í gæsalöpum að það. Þú er út allt. Maður er bara, maður fattar bara búið að kofra þetta. Það er búið að stila mörgum lögum frá okkur, það er nokkuð ljóst. En þátturinn í dag, herru, ég er ekki eins og búin að spyrja það. Hvað er í spurningkeppni Gilsarans? Herru, King of being a horny boy. Nei. Jesus. Þetta er ekki hægt. Þetta þarf að stoppa eitthvað stað. Sko, það er málega Hvenær stoppar þetta? Þetta er kendið sem þú vilt vinna. Þetta er lélast. Ég held þetta sé lélast. Sko, það verið einu sinni verið svipuð keppni King of Horny sem var 21. mars 2020 það var COVID-keppni. Veitu, var hún bara sama tíma og þessi leðublaka beit eitthvað þannig á þessu markaði mars 2020, eða ekki? Já, það er bara COVID. Við náttúrulega vorum alltaf með þætti í COVID. Það er fáum einhver aðra veiru núna. Var þessi leðublaka eitthvað tíma staðfest og skjálfest og þingist? Nei, var þetta ekki gert bara á einhverju, hvað segir maður, in a lab? Var þetta ekki... Ég held að flestar leðublaka... Ég er bara sveiflast til í stundum hugsaði lab, stundum hugsaði leðublaka á okkur fiskmarkaði. Hvað er þetta núna? Ég er ekki alveg viss núna. Ég held að leðurblökkur, ég held að 90% af leðurblökkum borðið bara ber. Ég borðið bara eitthvað ber. Hvað, bláber? Já, bara, ég meina, eru við... Það fylgst eitthvað veir, eða svona... Það verður miklu lík, það verður miklu... Ég er sé leðurblökk í eitthvað berjamó, sko. Það verður séðan bara í sólskinn, bara úti eitthvað, bara... Sunshine og leðurblökk Mér fannst ég að sé þetta eru mjög fáar sem eru eitthvað blóðsugur sko. Það eru til típa sem er blóðsugur. Hvaða leðurblökku hefur þú séð borða ber? Ég held að leðurblökku séu bara fljúandi að geta ykkur ber og svo er svo 10% af leðurblökku blóðsugur. Ég held það. Ég er ekki viss, ég er ekki búin að spurðu gerðvíkjum. Köpból maður, hann á amal í dag. Já, Kumshot. Gummi Galli, okkar besti maður. Innilega til hamingju, þú miklu meistari. Já, og innilega til hamingju með daginn líka okkar besta Sigrún, konans Péturs, herru. Veistu hversu harður ég var í gær? Flög beint frá Ítalíu, lenti í ammálinu á Sigrún og með töskun og allt ennþá og var þar til miðnættis. Það er rosa. Steindi hafði ekki þólið í þetta. Hvað, fórst þú beint heim, Stón? Já, ég fór heim. Ég bara, ég held að það hafi verið bara fyrirgefið. Ok.
Ég fór í nokkra kalda. Ég þurfti líka að skutla Bjössi í Vesturbæ og ég var að skutla fólki út allt. En ég skal líka gefa Steinda það hérna, þó hann sé að ljúga með söguna. Ég ekki að ljúinni. Það var hans upplifun, kannski ekki lígi, bara hans upplifun. Já, hann verðist líka bara að upplifa hluti sem við upplifum ekki. Hann að sjá leðurblökur í berjamó bara og það bara hans veruleiki. Googla þetta. Ég ætla samt að gefa What do they eat? Í fyrsta sinn sem við byrjuðum að ferða saman svaf ég yfir mig á Ítalíu og hann þurfti að fá masterkeyinn á hótelinu og kom inn á herbyggja og vekja mig þannig að þurftum að fara í flugi. Ég ætla að rósa honum líka. Átti svo ekki inni. Báðir inni. Þú áttir inni það ekki? Ég átti inni, aðeins að. Hvernig óskapinu vaknaði þú? Ótrúlegt. Þú þá bara ekki sofnað? Nei, þú veist, hann voru við bara búnir í vinnunni, komnir bara upp á, þetta ekki beint svona hótel, þetta svona eins og sveita setur, skilur við, það bara fóru til Písa, sá skakadunni. Þetta rosalega, þetta ógeðslega flott, sko, en það svo bara, voru menn bara að kjafta og við vorum lengur fram eftir en við hefðum átt að gera. Smárauðin. Já, því að við þú veist, áttum að vakna, voru sótt í 7 morgunin og við vorum kannski alveg til svona bara 5. Nei, við vorum til 3. Er það? Já. Ég held við verið lengur blöð, sko. Nei, ég man í labbaðinu á hótel 3. Já, ok, en við allavega förum og svo bara, einhvern veginn vegna vakna ég stilti ekki eins og klukku en eitt, sko. Það var eini sem vaknaði. Ég stóð alltaf á blöðana, sko, og svo bara vakna, bara þetta er bara svona vekjarklukkan sem er byggð í mann, hún einhvern veginn tikkaði ógeðslega óþægilegt að Steindi sér komin inn á herbyggi. Blöð! Ég bara, hvað? Og við erum búin að sofa yfir okkur. Veistu hvað, þetta er ógeðslega óþægilegt. Veistu hvað, ég haf búin að berja á hurðarnarhjöðum í svona hálftíma, ringja svona 300 sinni gauri sem var að sækja okkur og skutla okkur og flugull klukkan var 7:30. Hann búin að býða 30 mínútur og ég get ekki býðið lengur. Gaf lobbyið bara líka? Já, það bara, nei, lobbyið var eins og lokað. Þetta var bara, þetta var kona sem var að undirbúa morgumatinn og ég bara, eitthvað hægt að gera, þú veist, þetta getur við farið bara og, þú veist, þá var hún með mastisíkil og ég gæti bara að opna og bara blöð, bara vakna núna, það er bara svo eitthvað komið fyrir og öskar líka á Björn Jörund. Já, og ég get lofa, og þeir vöknuðu mjög. Hvað sagði Björn Jörund og þú stóðst yfir hann og slefandi og öskrandi? Þeir vöknuðu báðir mjög skelkaðir. Já, eðlilega. Svona hálf öskrandi. Það er óþægt að vakna þeirra öskar á þér. Já, ég minna áttu að missa fluginu. Bjössi væri svona típa sem undi samt að taka bara, hvað? Slaka það þess að maður. Það var vesen þetta maður. Hann vaknaði þess að mjög flex. Hann var bara, í alvöru, herðu, ég er að koma. Allt er töskur, út af öll. Það er ekkert svona. Við erum með sturla staðarindir í dag líka og nýjasta liðefni í fimmblöða Hvor er nær. Íslensk slúður átti að vera síðasta föstudag, þú komst ekki í það. Ég ætla bara aðeins að koma inn á það. Flesta liðblökur eru að borða fruits, það eru ávextir, ber og svo eru nokkrar sem eru blóðsugur, það er bara hannig, en flestar eru svo bara í berjum, fisk, froskum. Þannig að ef það var einhver leiðurblaka sem startaði COVID, þá hefur hún étið þá væntanlega einhvern skrítin fisk sem hefur verið með í sér eða frosk og annars bara ber, sko. Annars bara ber. Það er ekki að vera að kenna þeim Nei. Svo erum við með How do you do fellow Opos, eða ekki? Alltaf kendi það í dag? How do you do fellow Opos, ég bað bara um hjálp á gramminu og þetta eru gamli frasar eitthvað sem ammaðin og afi notuðu. Það er alltaf stemming, já, íslensk slúður. Og herru, svo var verið að tilkynna með eitt stendi að bakarslaup er á morgun. Þú náttúrulega alltaf ekkert í það og það gennir návísinn sem skrifaði með rastinum. Hvað er margar hringja? Þú gafst út, hvað 40-50 hringja? Herru, nú ætla ég bara að viðurkenna eina skittu. Ég bara vissi ekki svona af því að væra á morgun. Nei, þú ætlaðir í það. Þegar þú fekkst sent, ég er ekki búin að fá sent frá neinu með þetta laup. Þú fekkst allt í henni bara, sentum þetta. Við erum að veislust í Rannarkvöld sem er skellur að því ef ég myndi ná alvöru árangræðna þá er ég ekki að fara að mæta ykkur kl. 7 kvöld. Þú ert ekki. Þá er ég hlaupandi. Ok, það er ekki það. Þú ert ekki að fara að ná einhverjum vænum árangræðna, sko. En strákar, Mátti að segja að við ættum að bíða þetta með bjór og eitthvað alltaf. Ég held reyndar að Steindi gæti. Ég held ángurs að hann geti unnið þetta. Hann hætti bara eitt að hlaupa. Hleypu bara enda. Það er eitt þrjóskasti með það sem ég kynna. Hann er bara að hlaupa, hann verður síðast. Ég hef aldrei gefið út að ég myndi vinna hlaupið. Akkur ekki? Ég gaf bara út að ég myndi hlaupa meira en einhver ákveðna ringi sem ég man ekki hvað ég lofaði. Og man ég ekki rétt að þú ætlar að vera að veipa og drekka bjór hérna með hann líka? Nei, betur hörðu, hann þarf að klára satt 6,7 km ring innan við klukkutíma. Hann er tveim. Þú ert alltaf svo skjálpaka. En þú getur farið En þú veist að þú getur gert það endalaust, sko. Það er klukkutímaregla sem er að fara að stríða. Já, sko, málið er það samt að ef þú ert að hlaupa á frekar þægilegum hraða, þá nærðu þessu. Þetta verður miklu erfara bara þegar líður á. Fyrstu ringirnir er ekki að stoppa í einum köldum og einu síkó kannski. Já, þú þarft ekki að stoppa. Þú getur líka verið bara að malla akkurat á réttum tíma og bara beint áfram. Þú vildir bír, eða ekki? Við áttum að vera að bíða ekki að gefa þig bara bjór og ég horfði á heimildamyndinu Mari og
sem er ógeðslega skemmtileg mynd. Hún strómbreyti. Já, ég hvet fólk til þess að tjekka á þeirri mynd, hún er skemmtileg. Og Okkar besta Sigrún Ósk. Já, gerði Sigrún myndina. Já, og sko, ég veit aðeins, ég er búin að sjá aðeins á baku tjöldin hvernig þetta sko. Ég er ekki bara að bulla hérna. En það sem þú veist, þið eru eiginlega að bulla því að ég sagðist aldrei alltaf að vinna þetta mót. Nei, þú sagðir þú myndir ná alveg. Ég bara segi þú held þú gætir það. Já, en það sem kemur mjög skýrt fram í myndinu og ástæðan fyrir því að hún var ekki beðin um að hætta að reykja er að því að hún reykti og það viðtal við bara Tómas Lækni og fleiri að segja, þú veist, ekki fara að breyta neinu svona stutt fyrir hlaup. Nei. Ekki vera eitthvað að fara út af vananum. Þetta er það sama og ég ger erlendis. Þess vegna er ég ekki að fara með þér blöð og ég tek eitthvað saltfisk sem er búið að veiða og nýlega og í einhverju skrýtnu vatni Hjálpir þú skildi fá þér fisk inn í miðju meginlandi. Já, og ég er að segja maður á ekki að vera að breyta fara út af venjum þegar þú ert stutt einhvers staðar og þetta hlaup er náttúrulega stutt þú hleypur ekki 15 daga eða eitthvað. Nei, hvað heldur þú náðu mörgur hringjum? Hvað var heitt hringur eill? 6 kilometrar rúmir. 6 kilometrar og klukkutíma. Hvað metið er? Ég var ekki bara að tala með myndin á allavega 10. 60 kilometrum? Já. Aldrei. Hvað er marathon? 40 og 2. Þorleifur tók 50 ringi 50 ringi sko. Það er 335 kilometrar. Ég er ekkert búin að vera að lofa svoleiðis tölum sko. Nei, þú ert búin að lofa 10, það er samt alveg 60 kilometrar. Það er mikið. Það er alltaf ekki að vinna það. Ég hleyp bara þangað að ég get ekki með ég fæ svo ógeðslega illt í baki að hlaupa. Já, enda með 2 brjósklós. Við ætlum að setja hér á þetta er bara til heiðurs alvöru ferðafélaga. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Okkar bestu mönnum í nýdönsk frelsið er yndislegt og það er komið að slúðri hér í FM 957. Yes. Hérna, takk. Ég steindi sig ekki peppaður þá. Ég er alveg peppaður sko. Brakandi fest, ég er peppaður. Brakandi fest og svo náttúrulega íslensk slúður eftir. Já, það er íslensk slúður. Allir peppaður fyrir því. Komast ekki í það í síðustu viku? Sko, ég nenni ekki að fara í þetta Jimmy Kimmel dæmi. Það er náttúrulega komið út allt. Hann var rekinn hérna og bara basically of the government. Alveg vel grilla. Það er bara einmitt. Það er allt í gangi. Það er allt vittlust út af þessu. Já, og skiljanlega. Ég ætla hins vegar að fara í Hailey Bieber, pabbi hennar, þið veitir hvað það er. Stephen Baldwin. Einn besti leikarinn in the history of mankind. Slökum af. Leiki Bæjadóm. Já, besti leikari. Þrísson. Já, ok, þetta er samt ekki eitt besti leikari of all time. Stephen Baldwin. Hann er mjög langt frá því, sko. Hann er leikari. Hann er eiginlega besti Baldwin. Er hann að leika eitthvað í dag? Hann er ekki að leika neitt, held ég. Stephen Baldwin. Ég ætla ekki að gera hann. Hann var að viðkynna, það er ekki allt upp á 10 hjá fjölskyldunni. Dóttir hans, Hailey Bieber, er eitthvað ósátt við fjölskylduna og hann segir að hann var í sko viðtali hjá Tori Spelling sem er leik Donna í Beverly Hills 90210. Hann er með að setja í podcast núna. Krokssarar þekkja hana. Já, ég þekki Tori Spelling, hérna, já, hann var eitthvað að tala um að hún með David. Hún með David í þáttunum, já. Það er hár rétt í það. Já, hann var allavega eitthvað að opna það væri ekki allt upp á 10 og ég er eiginlega ekkert hissa því að þessi vídeo af honum, hann dettur oft í einhver svona manjur og er grenni, hann er rosa trúaður og eins og daginn var hann eitthvað hágrenjandi að segja öllum að biðja fyrir Bieber eitthvað og ég er eiginlega ekkert hissa. Hann er að leika hérna í einhverju, það er 4 hlutir coming up hérna hjá honum á IMDb-inu. Christmas Eve, Go West, Street Ball Game Over og The Walking Miracle. Street Ball Game Over. Street Ball Game Over, þetta er hérna hann er sem sagt hún er að fullum gangi hérna. Ok, það er nú þetta gott að kalla sér að leika. Sér ekki hvað hún er samt. Talandi bíf, drengir, þá held ég að við ekki farið fram hjá neinum bífið á milli Drake og Kendrick Lamar sem er nú aðeins bóróast. En LeBron James, hann var í viðtali núna í vikunni og sagði fyrsta sinn að þó hann hefði verið eitthvað að peppa Kendrick Lamar á þessum tíma, þá elski hann ennþá Drake og virðir vinskap þeirra, nema hvað Drake er ekkert alveg þar því að hann er búin að láta eiga kófura tattooið sem var með af LeBron og taka núr textan úr lögum sem að hann allavega Drake þólir ekki LeBron James en LeBron James er núna bara að segja herru, mér þykir væntu að báða og hvað byrju, ég mista fyrri partur með þessu því að LeBron James hann fór á tónleika með Kendrick Lamar í miðju bífi og eitthvað og þá var bara Drake brjálaður eins og hann var að taka hans hlið eitthvað. Má hann ekki bara fara að sjá alla tónleika sem hann vil? Þetta er svona pínu eins og þetta séu 10 ára strákar í Fossvogsskóla. Kannski hefði hann líka að fara á tónleika með Drake, skilur, ef hann að vera með tónleika á sama tíma. Já, honum fannst allavega eins og hann var að sína og honum ekkert stuðning með að fara á eitthvað tónleika og þannig að Drake hann þolir ekki LeBron. Já.
En Lebron Varstu hvernig þetta beef byrjaði Kendrick Lamar vs. Drake? Nei. Bara það einhvern veginn fór að skjóta einhvern veginn á hvern annan maður man ekki hvernig að byrja Já, við förum kannski það fljótlega En Kendrick Lamar, hann var einmitt með Super Bowl síðast en nú er verið að tala drengir að Adele taki Super Bowl 2026, það er búið að bjóða henni það og hún er að hugsa hvort hún sé til í það eða ekki það væri rosalegt sko. Ég myndi dýrka hún á alvöru lög það væri alvöru Super Bowl performance að fá Adele hana já, þetta var svona slúðupakki dagsins hún er ekkert mikið meira í gangi en það nei, ekkert það er bara eins og alltaf, frábæri mólar mikið verið að tala náttúrulega heimildamindinast Charlie Sheen sem er komin út já, hún er líka, ég mæli með henni ég er búin að klára hana já, ég hóra á henni mitt í fluginu Ryanair Vilni og hún er hún er svakaleg sko við vorum samt að ræða það sem að við höfum ekki rætt hér að hann segir frá öllu og sem er svo Nicolas Cage okkar maður sem er ekki hann er ekki í myndinni, hann greinlega vildi ekki verið í henni þá er svolítið dörti að Charlie Sheen sem bara segja frá okkur sögum af þeim bara frá því gamla þetta ef að hinn vill ekkert vera að ræða já, þú veist, hann fengið símtalið sko herru, það er verið að tala þig og Charlie er að tala viltu ekki koma og segja eitthvað skemmtilega sögu nei, ég vil það ekki bara hef engan áhuga að reyða upp þennan tíma þar sem ég var bara með Charlie Sheen og hann var að reykja krakk ég er bara svona, ég er spáðið að sleppa ég að segja frá því já, ég er svona, mér finnst þið svona á mínum stað í ferlinum að ég ætti ekki að vera að tala krakkneysluna mína með Charlie en samt er þetta í myndinni þannig að það er spurning hvort hann sé fúll í vín við höfum nú rætt hér áður í þessum þætti að það er nokkru sem getur hent mönnum til lestina í æfisögum, það er bara þannig en við skuldum auglýsingar svo strax eftir auglýsingar ætlum við í nýjasta liðin hvor er nær en auglýsingar fyrst Þetta er FM 957 Þessi snillingur er með tónleika eða partí í höllinni á morgun er það ekki bara annað kvöld? Það er rosalegt já, hörðu, það er rosalegt það er að sjálfsögðu uppselt þannig það er orðið reynt að græja miða á það en við ætlum að fara leið og við erum búnir við erum að skemmta hans á morgun svo ætlum við að fara í höllina blöð já, bara sjá þetta, sjá okkar mann en eigum að fara í nýjasta lið F95 blöðdrengir sem er hvora er nær sem Steindi er búin að svoleiðis byrju pakkað þú honum ekki saman síðast? Nei Vannst þú ekki síðast? Ég vann fyrst 3-0 og held ég var í kongurinn í þessu svo er hann bara búin að pakka mig saman eftir það repeatedly, og vantal aftur í dag það er bara great honor það er bara fyrir Steinda í þessu frábær herðu, þá ætlum ég að byrja á hún Ahmad Holiday á meti að blikka ekki Ahmad Holiday Hannibal Lecter stæl Ahmad Holiday, hvað haldið þið að hún hafi geta verið með augun opinn lengi án þess að blikka sko, hún á heimsmynd málið er að þarna er eitt í þessu sem ég ætlum að hjálpa og þetta laser focus þess að blikka ekki sko leðum þessi fókusin og blikkar nú ætlum ég að hjálpa aglaðis það hjálpa mér aðeins það má niðurlæðing í því að það lélur í svo þannig að hjálpa mér það fullt af fólki sem segja opin augun nei, það er verið að tala þetta er ekki svefni hún var vakandi og bara hvað haldið hún að við að geta sleppt hvað getið þið til dæmis sjálfur, hvað haldið þið getið náð? Þetta er náttúrulega eitthvað svo ég hef ekki prófað þetta er eitthvað sem þú æfir nei, meina mest að það er mínútu kannski og þetta er eitthvað sem þú samt æfir að því að þú ert að þjálfita já, ég verð til dæmis bara mjög þurri augunum ef ég er með opin augun í bara nokkru sekund þú fer að tárast eða ekki lengi það er ekkert meira pirrandi þess að maður byrjar að hugsa út í þegar maður blikkar ég er að æfa núna eina rödd heima sem er að ég er að tala þú talar þú andar inn ég er að spá bara fyrir klefana það getur verið stert í klefum hvernig svo rödd þá er hún í rauninni svona þú veist ég er að mynda hérna ég er að spá mig kvöld í kvöld hvað er málið, hvað er það að gera í kvöld hvað er það að spá að gera í kvöld það er erfitt sko það er að gerast þá andar þú inn ég hættu bara að æfa það hvað segir þú er ekki allt góð að vera Sigalur þetta er byrjunin svo verður ég slípa til ég skil hefur þið búin að senda það er erfitt að tala lengi svona það er steindi með þetta ég hljópa mínútu það ekki rétt ég maður sjá ég ætla að senda þig ég er búin að senda já þá ætla ég að segja að þetta sé nákvæmlega það var svo að blikka þetta er vel óþólandi tilbúin er þetta tilbúin? já þú ert bara með rétt að tölu Egill Steindi segir 34 klukkutímar já ertu eitthvað rugglaður? hver heldur að geti 34 tímar
Bara rúman sólarhring á þess að blikka. Það kokki í þessu lið sko. Egil sagði 7 tímar og hann nær. Þetta klukkutíma og 31 mínúta. Jesus. Yes. Þannig að Egil Ok, ég kom að höra Tjöfull, Nú það er loksins way að off, maður. vinna með way mér bastur off. Þú hélst bara að myndi sleppa að blikka 34 tíma. Ég held bara að geti haldið svona og verið bara svona og Það er ekki sving. þraukaðist lengi og Ég geti held að megi það ekki. Mátt ekki festa Máttu ekki setja elspýtur bara í augun eins og í teiknum. Skamlega góðu elspýtunar í auglöki Hörru, Já. ég kom in the goddamn league Og gerist ekki oft. Egil in the lead. Þá spyr ég næstu spurningu. Kevin McCarthy, hann á lengstu sturtu allra tíma. Hann var helviti lengi í sturtu. Ok En ég spyr hversu lengi var hann. Og svo sem nær fæ stíð. Og þetta er auðvelt Nú. Það skilur, þetta er ekki, að blikka ekki er erfitt að standa í sturtu Já, þú meina þetta er létt fyrir að gera þetta. Já, bara þetta er kósi eitthvað- sturtu já, þetta er En sem er að eitthvað- standa lengi Ykkur fram í óbakstreitu Þannig eftir ykkur x klukkutíma Kannski lágan Hæ? að það var bara í sturtu Lágan, Liggur það þú var- í sturtu? Nei, ég er að segja Var ef það ég, ekki baðið bara? Nei, ef ég er að fara að bæta heimsmynd í að vera í sturtu þá myndi ég bara taka stól og Mátt hann liggja sitja? og vera Mátt hann sitja og liggja? Ég veit það ekki. Ok Ég ætla að Það er segja eitthvað info sem þú ættir að hafa En hefur Helst ketti, sko. legið í sturtustendi? Hef ég eitthvað leigið Áttu í sturtu? liggjandi sturtu? Það er stórfurð. Ég er pottið eitthvað tíma leigið í sturtu, já Hversu lítill varst í þér? Mástu bara svo Jim Carrey í Asian Jura? Ég er hann að hugsa Crying game. Mástu það að fóra sturtu? Ég er ekki 100% vissan með þetta Jú, ég meina, er það ekki eitthvað tíma bara svona lagst á gólfi í sturtu Ef þú var í ræktina Það er enda helviti lítið Já, þú hefur verið pink og lítill Það Hefði verður ég erfitt gert dagur það? stóni Ímyndaði bara að setja í ræktinu og Þú verður kemur inn í sturtuklöfu og það liggur einnar. Myndir ekki halda að það væri eitthvað að honum? Já, maður myndi gerir- faðmann Þú gerir það ekki, þú myndir heldur ekki gera það bara í sturtun í vörkla, sko Nei, ég ætla að vona ekki. Nei, þetta er meira bara svona Er þið með stól í sturtunni á okkur, eða? Nei. Hæ? Það er fólk vinnum, sumir vinna með það, sko Já, hrafnistu Það ertu bara Hvað heldur þú sett með? sest á stól Hvað ert þú að til gera í sturtu? chilla. Ég er ekki með stól Ok. Ég er að segja En þú ég- segist liggja? Já, var Já, ég hugsa, hef ég eitthvað tíma gert það kannski, þú veist, þá er ég að hugsa bara ef ég var ekkert ungur og mjög drukkinn og bara svona, alveg svona einhvern veginn ligga á gólfinu en ég man ekkert eftir einhver ákvörnu, sko Okay, Ég veit ekki hvort að- Þetta er bara verið algjört random Ég veit ekki hvort að Kevin McCarthy fekk að liggja eða ekki en hann á alltaf að lengstu sturtu allra tíma. Já, ég ætla að segja þetta Ég hérna ætla að fá að vita hversu margir klukkutímar voru það. Ég geti verið way off, já, klukkutímar, þá tek ég þetta tilbaka Hvað segir Ég er með Er snertum maður hreyfum maður það? Nei, ég með bara setja inn það sem ég vil. Ég er búinn Æ, ég held þessu bara Egil segir 17 klukkutímar, Steindi segir 5 dagar. Af því að þú Rétt svar er 340 tímar og 40 mínútur. Hann var í yfir 2 vikur í sturtu. Þannig að Steindi þær stíð. Býtu, mátt að leggja sig í sturtu það? Þetta er Það er Já, info sem að það var ekki tekið Það fram. info hefði mátt koma fram í þessu leik, sko Hann tók 2 vikna sturtu. Ég held að hann hefði staðið þarna Þú komið með óbakstreitu Þetta er erfið dagur Hann er að leggja sig þarna En pælið því blöð, ef þú myndir já. bara Helvítis til dæmis bara í júli á næsta ári eða eitthvað, það er bara sömafríð þitt og þú myndir herru, ég ætla bara að komast í Guinness-bókina Já. Ég ætla bara að henda mig núna í 3 vegna sturtu og það myndi allir skilja það, þetta er heimsmet sko, sem varst að reyna að Ég er líka bara að selja konunni og börnum það bara, hvað er pappi hann, en þú í sturtu, Já, bara það er- búin að við sturtu í 3 Kona myndi vikur. segja við strákana bara, herru, hann er að bæta heimsmet Svo það er að rétta Að þér vera í hambúrgara sturtu, já, og að gera borða bara í borða. sturtunni og- Já, í, Já, hann borðar náttúrulega í sturtunni, maturinn rennandi blöð sefur. Hvað getur þú borðað í Hann, sturtunni herru, þú veist að ég þarf að skýta í sturtuna, veistu hvað, það er ógæslegt. Þú gætir, já, hann þarf að vera að pissa og kúk í sturtuna Já, og En reyndar borða og gætirðu- sofa. Þú getur enda, þú veist, skóla því niður bæði, sko Það sé stoltur af þessu meti Kevin Þetta er alltaf ekki með sem að ég myndi nenn að reyna við. Ég held sem miklu verða að borða í sturtu heldur en að pissa eða kúk í sturtu, sko Mátt hann ekki gera með hausinn út fyrir vatni Svona rétt með hann býtur í burgerinn Ástu mín, örugglega ef það liggur á- hitina kjötlóku fyrir mig og hendi í mig það voru ógeðslega snöggur að borða hana og það verður bara ógeðslega Það frúin ekkert að þreytta á þessu bulli Bara eftir 2-3 daga Ég er líka bara svo steindir að segja bara, 2-3 dag, þetta var í 2 vikur. Spáðum sé að kalla hann eftir viku, bara herrasti mín, en að hendi smá pasta. Já. Já, ég kem með það, því að ég er ennþá í sturtu. Já, sko, ef þú Það ert er bara samt 12 dagar eftir þessu bulli En þú gætir Næ, samt þessu meti En þú gætir sett spagetti Hvað? Akkur eiga heimsmynda hangi sturtu? En þú getur sett spagetti í pott og sett bara í heitasta þá gæti það soðið Nei, þú varst að vera í sturtunni sjálfum. Já, og þú setur bara í ógeðslega heita sturtu Þetta er alveg Herru, galið ok, dæmið, 1-1. maður. Okkar maður Kevin McCarthy, við erum ekki að dæma hann, okkar finnst þetta bara svona skriti. Já. Herru, síðasta, því að við vorum að tala um að hann þurfti að sofa og borða í sturtunni og þá ætla ég að spyrja ykkur Rannsleita spurning, sko Já, það er 1-1. Going straight down to the wire. Randy Gardner á metið í að vaka.
Þessu lengi vakti Steindi clear favorite þarna. Hann sérfræðingur í að vaka. Steindi reyndar eigið. Það enginn sem spáði meir í svefn en þú Já, en ég spái að sofa, ekki að vaka. Ég held Steindi spái að sko, vaka. ef þú vakir í einhvern ákveðin tíma, hvort að, ég man ekki, 4-5 dagar Ábæð getur að vera geðugur. þá fær að sjá optionir sko. Nei, ég veit ekki hvort þú verið varanlega klikkaður, ég held nú ekki en þú færði að vera mjög furðulegur sko. Ég held að ég kom með 3-4 daga og alveg orðin fókt sko. Já, ég ætla að samt En þetta var alltaf mjög íkt, ég veit ekki. Ég ætla að segja sko. Já, sendi, þetta er úrslita spurning. Já. Ok, þetta er komið. Þetta er komið Steindi. Ég gerir ráð fyrir að tapa þessu dag. Steindi auðvitað. Egil segir 4 dagar. Steindi segir 11 dagar. Rétt er 11 dagar og 4 klukkutímar. Á með upp á dag. Hversu gott var þetta? 11 dagar. Ég vissi að það var með upp á 10. Ótrúlegt. Hvernig varstu með 11 dagar bara upp á 10? Það hefur ykkur Hefur það vakað í 11 dagar? Nei, það var ykkur hermaður sem vakti í ykkur viku og hann var ekki með eitthvað með Nei. Þá spyr ég ykkur, hvort myndi fyrir að vaka í 3 daga samfletti eða fara í 2 vegna styrstu? Svona mátt sofa og 3 dagar? Ég held bara Ég myndi vakið 3 dagar. Nei, styrstan. Ég myndi alltaf vakið 3 Það er ekki dagar. ógeð að sofa ekki 3 daga. Við skoðum ekki ógeð að borða í sturtu 3 svara dag, blöytar langlókur. Maður myndi grennast. Maður myndi ekki nenn að vera að borða. Já, auðvitað með yrða að geta. Væri hún ekki bara að koma eitthvað prótínshake fyrir þig og eitthvað? þú þyrftir að borða eitthvað fljótandi sko, og helst í ykkur svona fati, svona, hvað heitir þetta eiginlega? Svona, Prótínshake? já, það er einmitt, það er brúsa. Bara mér sýnist Það er mikið Steindi Steindi. vera orðin óstöðandi í Já, þessu. ég er bara ekki hægt að vinna hann. Næsti Hann liður var hárrétt svar í síðustu. Næsti liður er spurningkeppni Gilsarans og þar vona ég að Steindi vinni. King of Það er being a svo- horny boy. Við viljum ekki vinna Nei, það. förum í eitthvað annan. Topp tónlistarstöðin FM 957 Alvöru sinneb hér í FM 95 blöð Úlfur, sumarið. Alveg sinneb. Já, það er alveg sinneb. Við erum komið með leiði frá Sævar og notað það. Já, sturluplata og bara okkar bestu menn. Það er ekkert flott með það. Þeir eru með tónleika núna bráðlega, það ekki, var ekki að sjá það auglýst. Þeir eru ekki gamla bíó. Jú, eða ekki, þeir eru reglulega nefnilega með tónleika, hefur ekki prófað að fara á tónleika með úlónum, það er bara must. Já, þá tryggja ykkur miða bara ASAP en það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir spurningkeppni Gilsarans og já, það er víst King of eitthvað og ef ekki bara byrja á þessu. Já, erum við að Ekki? fara beint í hana. Já, já. Þetta er King of being a horny boy. Og Þetta er náttúrulega hræðilegu til bæðið svo barnalegur og vondur eitthvað. Allt vont við þetta. Ha? Allt vont við þetta. King of being a horny boy. Heyrur ekki hvað þetta er vond? Þetta er svo asnalegt maður. Hann bara heitir. hún hefur eiginlega verið áður King of horny. Það er strax skarra þetta, af hverju heitir þetta ekki bara King of horny? Þið gerir jafntöflið það fyrir hann sko. Ó, frábært. Þannig að þið viljið vinna þetta. Þessi getur verið aftur. Já, Þannig að það væri stærst að ná sigri. Já, já. þú gefa strax út að það verður rímast bara í þessu. Hann er náttúrulega, það er allt orðið eitthvað seasonal hjá hann. Já, Það er já. alveg sama hvað þvælað er. En sko þetta er búið að vera í a decade sko. Þá getur verið vesen að finna konsept sko. Ég byrjaði að spá í sko 8 í morgun og þá fekk ég svo hugmynd með King of being a horny boy sko. Já, já. Það er Hvað hendur við þetta? Hefur gaman af slella? Já, já. Já, Það er ekki. Þú slella kallindi og margótt sagt það. Viljum svo sagt það hérna. slökum á. Hvað Nei, ég- er ég allt í orðin einhver slela kall? Ég sagði bara gaman að því, við rétt ekki með. Já. 1-1 Til að lífga upp á samlífið hefur þá tekið nokkuð stykki. Nei. Látið það eiga sig. Helviti stefnir þetta í gróða Já. keppni. Spurning 2 Þetta er bara bara með 2 hérna. komin beint í þetta. Það er fólk alveg. Já, þú Og þið séu ekki endilega. Þú ert að spyrja okkur bara hérna rétt fyrir 5 kortur sem að negli ranan okkur áður að fyrir mig upp í rúmni. Bara, við erum ekki í því, þú veist alveg. Charlie Sheen kemur einmitt inn á þetta svolítið í heimildamindinni. Þú ert ekki búin að sjá hana. Nei, Sean Penn kemur inn á í heimildamyndinni að sko flesti sem taka kokain þá verður vesen í samlífinu því að svimin enn ekki að vakna. ok. Það er ekki gott. Yes. Það er öfugt hjá Charlie Sheen. Röfut verður hann allt í gang. Bara, hann fór alltaf flug hjá honum alltaf. Ok. Hann var ekki vesenni með þetta. Herru, þetta er tvöfald nei. Ok. Sko, þegar venjulegt fólk er að borða í hádeginu, ert þú á baki þá? Nei, það er bara að borða eins og venjulegt fólk. Eins og ég hátt einu dag, þá fór ég bara að fekk mér að borða. Svo, já, svaraði bara svo Nei, þetta ég ætla ekki að fara að pota í neitt með þetta.
Ég veit alveg Nei, ég er að segja, þetta er gamla dæmi sem er verið að rifja alltaf Hvað er alveg? Segð bara nei Já, það Eða satt, þú gæti náður í þægilegan punktana. Nei, ég gæti það bara ekki neitt. Ég ætla bara að votta fyrir þetta. Ég borða Ég er alltaf með steinda í hátegi. Ég borða með blöðnast í hver einsta hátegi sko. Ok, en þetta er í rauninni þá ekki punktur á neinn. Bara 1-1 en þá. Ok. Það kannt ekki að halda spurningakeppni. Jó, ég er bara gaman að þessu. Spiritin heldur þetta bara áfram eftir svörin. Oftast sko. Var þið næstu? Varstu graður þú varst í skóla? Já. Það var í skóla, hvað vitleis er þetta maður? Þetta er svo lélegt maður. Mér finnst það bara hálf óþægilegt. Þetta er svo lélegt. Svo lélega spurning. Þú basically að spyrja mig bara, varstu graður þú tvítur? Varstu tvítur sko? Já. Þá var maður, hvað var maður bara þegar maður var í Borgó og... Já, var maður ekki að kveðja þar, 18-19 ára eða eitthvað? Ég kláraði náttúrulega ekki. Ég kláraði þetta ekki heldur, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hversu gamall ég var, en... Þetta er ekki endilega að klára þér. Ég lendi þetta í að kveikja inn í gardinu og beðið maður verið ekkert að mæta þurr. Það er rosalegt maður. Lendur óvart í því að kveikja inn í gardinu? Já, það var bara algjörlega Þú lendir ekkert í því. Þú lendir ekki í framhjáhaldi, þú bara kveiktir í. Ég er bara búin að segja ykkur þessu sögu. Já, ég kveikti. Þú líkir að kemur eitthvað lendi í framhjáhaldi. Ég var með kveikjaran á mér. Ég er að segja, ég ætlaði ekki að kveiki í gardinu. Heillir gardinu. Hverju ætlaði að kveiki í? Það var svona drast sem var úr þeim, svona eins og neðst á gallabuxum. Gagn, eitthvað svona. Og ég sá það, var eitthvað að horfa út og sá þetta og ég ætlaði svona brenna neðstu, bara svona basically að gera það betri sko. Bara það að laga hana. Já, og það kveiknaði í þeim. Og það er bara staðan. Nú bara fellur það upp. Heldur ég að vera í miðjum tíma að kveikja bara í gardinu. Heldur ég sé bara galinn maður. Þú varst að gera. Þetta varst að bad little boy Þú sagt okkur það á þessu tíma. En þetta var það heimskulegt bara allt saman. Það var ekki tækt að horfa fram í oss. Steindi hefur aldrei sagt okkur að hann hefði verið bad little boy. Það var eiginlega Dóri sem sagði okkur. Jesús almáttugur. Bad little boy. Ok, punktur á blöð. Varstu rekin bara beint? Já, ég var rekin. Kom mamma þinn? Varstu það var þráður sem var að reyna að kippa af og ég held ég eigi brefið, uppsagnabrefið. Ég er að lesa upp. Já, komdu með það. En þú veist, ég var Hringjum í gamla skóla en það var samt ekki þannig að þú veist, ég held ég hefði nú alveg mátt koma samt aftur. Þú veist, ég var ekki bara rekin for life bara held ég. Brennuvargur. En ég var svona, já, ég var sem sagt með að vísa úr skólanum, skilur við. Bara að vísa á skóla. Og þá bara hættur. Það var svona, já, svona kveikjan að það var að gera eitthvað annað. Ok. Kveikjan að því? Ótegning. Já. Þá þeir Hvað var átti spurningin? Nei, ég veit ekki. Varstu graður? Já, ég er skóla. Þetta er ekki svo skriðin spurning. Hún er ekki svo skriðin. Og það flestir, margir að vera það, einhvern veginn. Já. Eftir á þeim tíma sem þú ættu uppgöta hluti. Já. Ég sagði já. Það vantar, já, balli pottið eitthvað, já. Ok. Hefur verið spólgraður baðvörður? Nei, ég aldrei unnur sem baðvörður. Nei. Þetta er dominating lead núna. Ég veit, það er bara búin að fara svo oft yfir þetta. Ég er ekki að tala um að setja bendur hann að penisa Ég er bara að spurja hvort það hefur verið spólgraður baðvörður. Ég er ekki með neina stæla þessu spurning. Ég ætla bara að nýta minn svari og segja nei. Já. Þá verður ég að heyra í dómara því að þú tvítur hann sko. Og kynntist frúnni. Ættu sér bulli, taktu bara Þú varstu starfandi fólk úr svo turn allan daginn. Ég skil ekki spurninguna. Segja að bara verið horni í vinnunni. Það er samt enginn, skilur. Nei. En þetta var bara vinnaðinn. Í rauninni þá ekki punktur. Í rauninni ekki, Ég sko að fyrir eftir hvað eins og Öttur að segja. Hann sagði bara, þetta er eins og ég myndi segja bara, hefur ekkert graður á FM. Þá segir þú blöð, þú veist, ég er náttúrulega vannirna ég er búin að vinna inn í 14 áður, þetta hef ég ykkur tíman verið, þú veist, smá horni en þú veist, færan punkt. Höfum þetta spennandi, 2-2. Ertu það horni að þegar þú ert í flugvölum, þá slefar yfir þið allan? Hvernig tengist það bara því? Þetta er alltaf fast. Hvernig tengist, já, ég skil núna, slefandi yfir einhverju, já. Ok, Gæðir þetta, góð tenging. Já, ég segi á hana. Nei, ég er laus við það að slefið mig í flugvölum. Algjör skellur að fá stig hana. Já, þetta er agalegt stig. Shit, að 3-2 fyrir Stoney. Hefur þú leyft frúnni að pekka þig? Nei.
Það er langt síðan spurt á þessu Marketing guest, þetta er a best selling item hjá Gerði í Blöss. Hvað veist þú það? Ertu að kaupa þetta sjálfur? Þetta er bara ekkert eðlilega vinsælt. Hvernig veist að þetta sé best seller? Þú getur ekki sagt það. Þú trúið mér ekki, fáum bara Gerði henni í spjall. Já, herru, ég þarf ekki faktja. Pekkhotnið hennar. Ég er bara að segja, þú veist það ekki, skilur. Ég segja, ef þú lappar henni í Blöss og fer henni í pekkhotnið, það tómar hillur á staðarna. Svo ég segja við, þú voru að hlusta einhvern tímann, ég er hann að kenna þér þetta. Nei. Við erum lausið þetta. Hörðu, Blöð, ef þú jafnar ekki núna, þá er Steindi king of being a horny boy. Já, ég elska það. Hefur Gella sagt við þig Jesus Steindi er álfuru horny boy. Hvað er lélega? Þú varst ekki búin að semja spurninguna greinilega. Hvernig þetta er Blöð? Þú varst að stara bara eitthvað í lofti. Þú vissi ekki hvað það er að segja. Hvernig getur Blöð fengið stig fyrir þetta mögulega þegar nafni mitt er inn í setningu? Ég heiti ekki Steindi, þú veist það. Þú veist að ég heit Autu og hann heiti Steindi. Þetta er... Þú tekur punktið og þú valtar í Blöð. Nei, hann var ekki punktið, hann vann þetta. 3-2. Já, ég get ekki tekið það. Nei, hörðu, þú ert king of being a horny boy. Til aðmikið Steindi, út vel þessu komin. Ég segi bara oi bara. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Ég er að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Þetta er Justin Timberlake, hann er búin að vera 2 þætti í röðu núna. Mirrors, gefum hann, þetta er gott lag. En það er hins vegar komið að dagskvöldið sem að Steindi Junior stjórnar í þessum útvarpsþætti. Komið að How Do You Do Fellow Opos. Já, þú ætlar ekki í How Do You Do Fellow Kids heldur Opos. How Do You Do Fellow Opos. Þannig kemur MOP undir. Og sko, drengir að þetta lag hendar nefnilega mjög vel í bæði sko. Því að þú veist, þetta er gammalt lag sko. Já, þetta henda bæði fyrir How Do You Do Fellow Kids og Opos. Tímalust lag, vil ég meina. Var ekki Egill alltaf sterkar í Oposin heldur mér? Já, ég sígi henni sko. Ég er alls ekki sterkar og ég er bara aðeins betri enn í henni. Egill er búin að vera drullu segur í Oposinu. Það er bara svo leiðis. Ég er náttúrulega með nokkra góða frasa hérna. Maður sjá. Eru þið klárir? Já. Þið eru klárir? Já. Ok, þá er það fyrsti frasi. Þetta eru 5 frasadrengir. Reglurnar eru alltaf uppi hönda og veist svarið og ég kíki hver er á undan. Máttu ekki halda með neinum? Nei, ég held ekki með neinum. Þú er svolítið verið að gefa allir sjansa? Já, svona í gegnum tíðina. Þú ert náttúrulega svo mikið spilamaður í eðlíðinu að það þurfti stundur svona smá aðstoð. En núna eru þau jafnir að því að þú veist, þið eru báðir, skilurðu. Og Opos. Og ég ætla aðeins, ein uppbytunar, hvað þýðir til dæmis frasin ég út af mía? Ég út af mía? Já, þetta er uppbytun. Er það ekki bara guðminn góður? Það er svona hvað er að gerast? Akkurat, ég út af mía. Þannig að hræðilegu frasi bara. Ég út af mía er ríkaður Opos frasi. Sensin bensin og Jepsi Pepsi. Já, sensin bensin maður. Þeir eru orðið, hérna, mannst í Júrógarðinum Sensin bensin. Já, mannst þú sagði þetta. Sensin bensin. Já, það var líka þetta að gerast í alvörunni sko. Herðu, ok. Fyrsti frasin, hann er helviti góður. Ég minn eini. Það er bara Hemmi Gunn. Hver er frasin? Ég minn eini. Það er bara Hemmi Gunn. Og þetta var hvað er að gerast þetta? Já, Hemmi Gunn. Hvað, er eitthvað eftir að Nei, bara þetta. Þetta hlýtur bara að vera eitthvað Opos að vera að tala og bara hvað er að gerast hérna, eitthvað grínist í mættur hérna, hvað, það Hemmi Gunn mættur, hvað, ég minn eini Gott gísk, drullu gott gísk. Það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Þá bara er á tali eða? Það er rétt. Það er á tali hjá einhverjum. Rosa. Því að þættirnir hétu á tali hjá Hemma Gunn. Er eitthvað að segja ég minn eini? Nei. Það er Hemmi Gunn. Nei. Af því að það er á tali. Hann sendi, amma mín sagði þetta alltaf þegar það var á tali. Þetta er gamalt frasi. Þetta er Opos. Já, þegar fólk hringdi til dæmis bara í gamla dag, allavega amma hans var að hringja og í staðin verið að segja Jesús, hvað hún getur talað í síman hérna, eitthvað svona, og sagði hún alltaf bara, heyrðu, það er bara endalaus Hemmi Gunn hérna maður. Það er bara Hemmi Gunn. Þetta er að vera á tali. Ég ætla að byrja að nota hennar frasi þetta. Það er síkalegur. Ef ég hringi Egil næst og alltaf á tali Ég ekki lofa að það er ekki talið, hann nenni aldrei að tala í síman. Nei, reyndar, maður getur alltaf hringt Egil. Aldrei á tali. Aldrei á tali. Herru, það eru frasi nummer 2. Hvað þýðir frasin að fá sér eitt langerma?
Eitt langarma blöð setti höndinu upp. Ég ætla að segja að það sé bara stór bjór, síður bjór. Það er síður bjór. Það er fyrst sem ég hugsaði, lítur á síðu hugsaði, langerma, það er eitthvað asnalega orða. Já, ég held sko að þetta gæti langarma hafi komið, svo hafi síður tekið eppil við. En langarma, og svo eitt langarma er síður bjór. Þetta eru hræðilegi frasar. Já, ég meina báðir ömulegir. Þú segir, ég er enginn að segja að það fá mér, áttu eitt langarma meistari? Segir bara hvað er síðan. Og taka svo upp síman og ringja bara, herru, það er bara hemmi gunn maður. Það er talið hjá hann. Já, ég get alveg ímyndið vera að sitja með ykkur staðar og ég segi hvað situr og taka, er það jafnvel bara eitt langarma? Erum við ekki bara komnið þangað? Gefum við sjens, ég ætla að fá eitt langarma. En þetta er náttúrulega ópós. Þetta er ópós frasar, það má ekki gleyma því. Nei, það má alls ekki gleyma því. Vilt alls ekki nota þá frasa, sko? Nei, hvað þýðir frasin hátt til lofts en lítið til hirðis? Ég hafði ekki heyrt þetta áður. Hátt til lofts en lítið til hirðis. Ég segi bara að þessi hávaksin er vel heimskur gæi. Gott gísk. Ekki rétt. Ég bara tengi ekkert. Þetta ekki gefst upp? Getur þú sett þetta í eitthvað svona setningu fyrir mig? Já, þetta er svolítið svona án þess að, nei, eiginlega ekki án þess að svindla sko. Ok, hvað er rétt svar? Þetta er sagt mann sem er orðin sköllóttur. Að hvað? Hátt til lofts en lítið til hirðis. Það er alltaf það sem ég er að fá hérna. Ekki nema ég sé bara bulla. Ég hef aldrei heyrt þetta og ég er sköllóttur sko. Ég fæ þetta sent sko. Það er hátt til loft, þú veist. Það er ekkert allir sköllóttir hávaksin. Ég er ekki hávaksin. Það stendur bara sagt mann sem er orðin sköllóttur. Kona mín vil menn ég sé meðalhæði í Mexiko. Já. Það er nú ekki hávaksin. Þú ætlar að fara til Tyrklands, þannig að ég sagði ertu með hair. Ég er svona í fyrsta sinn farin að hugsa fuck it, kannski gerir það. Kannski, ég var alltaf bara í nennis ekki. Þú ferð beint í þetta. Förum við sínum stöðning, förum með þér. Kannski verið komið hára í daginn. Förum okkur luxus resortarna í Tyrklandi og chillu það. Við förum með þér. Leiðilegt, en ég myndi ekkert nenni að við ykkur með. Þið mættu vera að fá okkur kaldan og eitthvað og ég bara með eitthvað hettu og má ekki gera neitt. Þú máttu vera í sveppunum. Þú mátt ekki. Við finnum eitthvað lúppóla á þess að drikju þarna. Ég sé bara leiðin eitthvað hárigræslu og ég sé bara að bryðja sveppi með ykkur. Það er stundið, þú ert bara í einhverjum öðrum heimi. Það er ekki að tjóka. Það er bara, það er svo fungir ekki stundið. Það verður þetta. Já, þú verður bara í sveppunum. Já, ég er bara að setja með hettu og ég er að geta sveppi á meðan þið fáðu okkur nokkra kalda á einhverju resorti í Tyrklandi. Að ganga með eld í skottinu. Að ganga með eld í skottinu, þetta frasi. Frasin er að ganga með eld í skottinu. Og þetta ég ætla að reyna, ég er örugum með jafntefli. Ég er komið 2 stig og það eru bara 2 eftir. Þetta er náttúrulega eins og ég segi. Ef þetta er það, þá er þetta lélegasti. Er það prömpað eða? Það verður svona pínu illt í maðanum. Helviti gott gísk. En því miður, það er ekki það. Er þetta að vera reiður og mjög svona reiður og ákveðin og með eld í skottinu sem er raskatið þér? Nei. Hvað er þetta þá? Hvaða hræðilegi frasi kemur núna? Það þýðir víst að geta ekki stilt sig af greddu. Bara Hvað er skottið þá? Ég veit ekki. Það er náttúrulega bara ykkur að búa þetta til. Já, ég náttúrulega get ekki verið að fact-checka. Hvað er þessu rugglega liði sem er sendað? Þetta eru bara frasar. Ég hef aldrei heyrt það einhversi graðuna sem er eld í skott. Hlaupandi í hringi. Svona miðað við keppnina og þá var steindi með eld í skottinu. Já, við veist það. Hann mannana. Það var að 50, hvað þýðir frasin kverkaskítur? Kverkaskítur. Ég held að þú verður að vera með fellow kids næst. Já, þetta er alltaf bara ópost. Er illt í hálsinum? Nei, ekki illt í hálsinum. Nei, þunnur. Nei, hvað er það þá? Hvað er kverkaskítur? Lítil eða aum manneskja sem kvartar mikið. Það er að vera kverkaskítur. Þessi gæðin í Bauhaus. Já, en sko eiginlega sko. Ég hef aldrei heyrt kverkaskítur. Jú, býtu að hefur mann. Það væri hægt að segja þetta til þessum okkur blöð. Ég held að segja eitthvað rugglega við að senda á því. Ef við erum einhver staðar að vera kvartandi, þá erum við að vera. Þú kvartaði til dæmis allt ferðalagi eða leiðin til Ítalíu. Þá var ég að vera kverkaskítur. Samkvæmt þessu sko. Það er netto kverkaskítur í þér og þú ert hérna með eld í raskatinu. Nei, skottinu, hvað var það áttur? Jú, að ganga með eld í skottinu. Þetta er náttúrulega, svo kom reyndar hérna að ég bara vissi að þið vissu þetta, að vera flinkum með pensilinn sko, kallin á efri.
Já, það sé bara gott viður. Já, flott landslag. Á ég að vera með fellow kids næst. Ég er til í það. Þetta er samt það vont, ég hef gaman að þessu. Já, þetta er ríkalegt alveg. En þetta er líka frasa sem er ekki mikið notað í dag. Já, þetta var Þú ert King of Opos. How to fellow Opos. Já, það var 2-0, það var ekki glemt Já, því. þú heldur titli. Ég held að unni síðast líka sem er alveg sakal. Þú fagnar þessu meinu langarma. Það eru litlu sigurarnir sem að skipta mest máli og ég tek þetta með mér á kottan í kvöld. Takk. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hversu gott lag er þetta? Það er ekki að þetta lag. Það er okkar besti Ágúst Bent með Í næsta lífi og ég er bara að gleyma hvað þetta er gott lag. Já. Textinn og bara það lagir í ruglinu. Já, bara Það er eitt besti rappar landsins. það er bara staðfest. Já. Hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Það er bara þannig en við ætlum að fara núna í eina liðin sem að kennir ykkur ég held að sé ekkert margir að læra til dæmis og hátu ykkur fellow Opos en þetta eru sturlaða staðrendir. Það læri ekki að frasa. Jó, reyndar. Já, ég meina- Getur nýtt ykkur þessa frasa. Fólk er að byrja að nota núna langarmabolinn og allt þetta. Já. Það er eitthvað sem þið getur tekið með út í lífið en sturlaða staðrendir eru þið tilbúinir, drengir? Við erum klárir. 25% fólk eru með freknur. Já, mér er það svolítið lítið prósta. En það er svona með nokkarar. Einn af hverjum fjórum. Er ekki allir með ykkur af sig? Jó, það er svona. Er þið með freknur, drengir? Ég hef alltaf verið með svona nokkrar. Ég held ég fáið reyndar ekki freknur. En hérna, Ég held ég sé ekki. kona mín fær freknur og sérstaklega, þú veist, svona á sumrin. Já, í sólinu og svona. En mér finnst þetta vera lágpróst. Mér finnst það fallegt. Já, Boeing þóta eyðir 40 lítrum af bensín á sekundu. Já, Ágætis 20 magn lítrum á sekundin. ágætis magn af bensinni Það er rosalegt. sem fyrir einu svona þóttu. það er rosalegt. Eða Airbus minna. Veit það ekki. Ok. Það ekki ekki. Herðu, plöntur finna fyrir því þegar það er verið að borða þér. Og þetta er ekki gott þá fyrir græmmetisætur og annað því að ekki var plantan finnur fyrir Það þessu. vil eða ekki vera, það eru lifandi, það vil ekki vera borðaðar, sko. Nei, Hvað sér, finnur planta fyrir? planta hún finnur fyrir því þegar það er verið að borða sig. Veist, hún vill ekki Hún er á lífi. Hún vill ekki að setja borða sig, sko. Það er, já, sko, ekki bara við, þú veist, þá er líka bara, kemur ykkur patta, bara svona grasormar og svona dót. Og ég það, já. Og það Ég er geta fólki. þið hægt og rólega bara. Já. Það er sakalegt. Herðu, Shakespeare og Pocahontas voru upp á sama tíma. Þau deyja með eins ás millibili. Ég vissi ekki að Pocahontas, þetta var bara eitthvað teiknimynd. Var hún bara til í alvörunni eða? Ég reyndar vera vikina, ég held að það væri bara Disneymynd. Ég ætla, nú vinnum við allir á FM. Já. Þetta er svona, Þannig að þetta er ekki bara ég. Þið sé vissuð bara- ekki að Pocahontas var til í alvörunni. Nei, Já, sko En Tímon og Pumba, voru þau til í alvörunni líka? það voru... Það er ólíklega það. Það er ólíklegt Ég sé það svona myndir að talandi þeim dýr, sko. samt, já, sé myndir að þeim saman, sko. Já, Samt talandi dýr, sko. Þannig að það eru fleiri bakteríur í naflanum á þér heldur en í raskatinu á þér. Það er rosa. Það fannst mér hálf ógæslegt að lesa. Talaði sérstaklega því manna, sko, Sveppi, hann var að safna naflakuski heilengi, hann ætlaði að búið til kotta. Nafli er líka, sko, eftir fæðingu. Þá er nafli algjörlega tilgangslös. Þetta er hálf ógæslegt líka. þú veist, en Það ætti raunni bara þegar búið að klippa á naflastreng. Það er enginn með sex í nafla. Nei, ég er að segja að þegar búið að klippa á naflastreng og svoleiðis, þá ætti raunni bara í leiðinni bara að Alls um með loka sex, já. fyrir þessa hólu, sko. þú veist með huggulega svona ring í naflanum og Steindi fekk sér svona þannig. Ég fengi mér naflaring, sko. mér veist þú með Naflalokk. sexi nafla, ég held þessi kjafta okkur, veist, ég meina þú skeinir er 40-50 sinnum á dag, þannig að þú ert með ekkert eðla hreint raskat, en mennilegt fólk, þú veist, Ertu að tala um ætti að vera með Það eru fleiri fleiri bakteríur. bakteríur þar Já. en í naflan, það er bullið. Þannig að fólk ætti raunni að vera að skeina á sér En þú nafla. fer í sturtu, þrýfur ekki á þér kviðin og naflin er þar, eða hvað gerast þetta? Kviðin? Ég svona Er hann ekki á maðurum að þér? Jú, Kviðurinn er... þú veist hvað kvíður er. Já, ég veit það, en þú veist, maður segir oftast bara naflinn er á maganum, þú veist, segir ekki hann er naflinn er á kviðnum á þér. Þú veist það er það sama. Ég veit það, ég finnti orðað en hérna, sko, þetta er Ég man líka bara í drömmnum og þá var regla að þú fegst að þú setja puttana í nafla á ókunnum. Það var ógæslegt að gera það. Þannig að nú vitið það alltaf, mikið af bakteríum. En mér finnst þetta samt góðu punktur í Agli. Er þetta mikið að þrífa okkur naflan? Jú, ég held þrífur hann það. En náttúrulega núna í- mun allir sem að hlusta Þrífa leggja hann meiri niður. metnað í það, sko. þú veist, þú náttúrulega, hérna, auðvitað þrýfur á því naflan í sturtu. Já. En þú veist, ertu að Minn er náttúrulega bara frekar nú útstæði sér. Það fyrir ekki það mikið inn, en ég get bara sett sápu í það. En seturðu, þú veist, er fólk að setja sápu og svona fara með puttan inn í naflan með sápunni? Það hef ég náttúrulega aldrei. Þú veist, þrýfa naflan hefi vel? Nei. Eða er fólk bara, hann er bara Þú ert með svolítið djúpa nafla. Nei, akkur heldur það. Maður sé að sýndu mér hann. Nei, Hann fer svolítið langt inn, nei, eða málið ekki? er að ég tók ákvörðun. Þú ert með svona smá svarthol. Ég sýni fólki ekki á með naflan. Nei, hann er bara svona. Ég er bara með nafla. Nei. Ógeðslega vel nafla. En málið er að
Já, ég veit ekki, það kemur, sko Ég var til að tala aðeins betur naflan í blöggastuna þegar við höfum stund tíma hér fyrir maður sér hann betur Meðal manneskja blótar 21 sinna á dag Mér finnst þetta litið tala haldið að þið blótið 21 sinna á dag Já, ég held að bara blótið við mikið Nei, þetta er bara Shit, það er komið, skilur Kannski svona eitthvað ómeðvitað hér og þar, sko Já, ég held að Þetta er ríklega rétt Vissu að ég blótaði ekki fyrir en ég var ég var svona 12-13 þegar ég blótaði fyrsta sinn Ég var náttúrulega í Fíladelfíu-söfnuðunum og ákvað sem krakki að ég ætlaði aldrei að blóta Já, svoleiðis Svo Þú varst náttúrulega á kafi öllu hérna Þú og afiðinn Já, kafi hverju? Nei, þið voruð á kafi í söfnuðunum Það var bara á samkomur og svona Ég var ekkert á kafi Hvað meira að ruggla Þú varst á kafi Ég fór bara bændasamkomur og reyndar að selja platta líka Já, þú varst bara djúft í þessu öllu og blótaði aldrei en meðal manneskja blóta 21 svona dag rottur hlæja þegar þú kitlaðir þú komur óvart Það er þetta skemmtilegt Já, að gera eitthvað svona aðeins krútleri Já, hvernig hlæja þeir er til eitthvað hljóðbúkur en það er hættult að þú kitlar ekki að bitið hann sko. Já, ekki vera að reyna að láta rottur hlæja eða þú finnur hann sko. Það er gaman að sjá það Ég er komin hérna allavega sko á Hvað er þetta að reyna að finna rottur hlæja? Ég er búin að Já, hörðu Það er elska þetta Það elska þegar það verður að kitla það sko. Er hún skellir hlæjandi það? Núna vil ég ekki lengur að sé verið að drepa rottur Það heyrist alveg svona pín í henni Það er rétt sér Þannig að núna vitið að þetta er ekki kjaftaði Þetta hefði geta verið svona ekta kjaftaði að rottur hlæja þegar það eru kitlaðar Já, ég heyrði yfir þetta, ég mátti ekkert kíkja á þetta Já, 9. september er algengasti afmælisdagur í heimi 9. sept? Já, hann er algengastur og vitið af hverju? Nei Það fólk eru að baka hann með jólun í ás Já, þetta er 9 mánuð eftir gamlarskvöld Já, þetta er örugglega ekki á Íslandi Er það ekki Þetta er allavega algengast í heimi Það er vestlumhelgin sko Já, þá varstu þetta í mæ Þú komst eftir þjóðtíð Þetta er bara svo barnið þitt daginn Barnið mitt daginn Þú átt krakk í mæ Já, það mátti það vera í mæ Það var ekkert einhvern á þjóðatíð Ég var 4 mánuð Já, 2 krakk í mæ sko Rósalegu þjóðatíð að kall sko Nei, þetta er ekki Þetta meikar ekki rosalega þjóðatíðakall en allavega í heiminum virðist vera á Íslandi að þá er mæ en í heiminum er það 9. september Hafið þið eitthvað tíma verið erlendis á Gamlás? Já, þú veist, árið ekki að tala um bara eitthvað á Tenerife skilur að borða bara á skilur ykkurum Já, ég hef verið erlendis Gamlás Já, þú veist, þá er ég tónið Bandaríkjunum og bara svona í stemningu skilur Ég er náttúrulega bjóð í Bandaríkjunum Það er engin svona Við hefum rugglaður og við með Gamlás Jó, þetta er ekki kúlan og eitthvað svona Jó, en þeir er ekki breyki okkur á flugelda Það er ekkit annað land í heiminu sem versla flugelda bara allt heimilið eins og við gerum á Gamlás Nei, þannig að fólk fyrir bara út í garð með kassan og bara allir að sprengja eitthvað út um allt Ég er bara Íslendingar eiga Það er ábara ekki breyki Íslendingar í neinu svona ruggli Þannig að ef þið ætlið að vera einhvers staðar áramótin þá bara mæli ég með Íslandi Herru, þetta er að vera komið hérna, það eru 2 eftir Í dag er 260 annar dagurinn á árinu Það ár er að vera búið Djúvel fannst mér þetta ár líða hratt Ekkert eðlilega Eiginlega bara svona óþægilega hratt Já Þetta er að fara of sammála Þetta er, haldið að fólk tengi við þetta núna Ég veit ekki hvað máli með þetta ár Mér finnst það bara að hafa flóið frá mér sko. Já, og svo er það síðasta samkvæmt rannsóknum eru karlmenn í Ekvador með stærstu limina í heimi og þar er hann að meðaltali 17,61 cm en þeir minnstu eru í Filipsheim og þar er það 10,8 cm að meðaltali Ná vitið að því, það eru að ferðast Það var eitthvað manjur eða allt bara Nei, það var eitthvað með njúr Nú spyr ég hvað það var kæft að þetta reyngis Herru, ok, það er farað hrætt yfir 25% af fólki með freknur Boeing, þótt að 40 lítrum af bensin og sekundu plöntur finna fyrir þeir eru borðað Shakespeare og Pocahontas voru upp á sama tíma fleiri bakteríur í naflanum aðeins raskatunum meðal manneskja blótast 21 svona dag rottur hlæjaður og kýtlaðir 9. september algengast afmælisdagur í heimi og samkvæmt rannsóknum stærstu félagarnir í Ekvador en minnstu í Filipsheim Sko Ég ætla að segja naflinn sé bull Ég ætla að segja það líka sko, samt finnst mér svo geta alveg verið að sé bara hárrétt sko. Já, sko, maður heyrðin líka eitthvað tíðan að það eru fleiri síklar upp í fólki en í rassinum á fólki sko. Það er mikið að síklum upp þér Þannig að sko, en naflinn þú veist, það er ekkert sem fer nálægt honum
Þú veist, þú ert alltaf að borða eitthvað og það meikar kannski alveg sensa að sé eitthvað síklar sem kemur með mat og öllu þessu og út úr hinum megin líka skilur og allt þetta, en naflinn, hann er Við segjum bara, við erum bara sammála með það. Þið segir naflinn. Og þú bara Nei, kjaftaði var með Boeing þótt að eyðir ekki 40 lítrum af bensínu á sekundu, heldur 4, þannig að það var aðeins búið íkja það og sko ekki nema hann er hann þessi græna flugvéla orka eða bensín. Það er reyndar sko, ég hef sagt það hérna áður að þótt að gæti flogið núna til London og miklu meiri hraða en það bara eyður nú miklu meiri bensín. Já, og það er líka komið, það er alveg til bensín sem er miklu hagstæðara sko, en þá væri held ég í dag flugmiðin bara, myndi kosta bara svo mikið að það verður erfitt að fá flugfélög örgulega bara til að samþykja það sko. Já, en þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér eftir auglýsingar förum við í íslenskt slúður sem átti að vera síðasta föstudag en Steindi glemdi, það fór svo mikið að vera. Förum við hér strax eftir auglýsingar. Þetta er FM FM 957. Það er eitt gammalt og gott frá M&M hérna. Ég er búin að vera að spila svolítið svona gömul og góðu lögdrengir. Eru þið ekki að fíla það bara? Já, þetta er bara frábært tónlist þetta. Já, þetta voru betri lög í gamla dag heldur en í dag. Svei með þá, en það er nóg að vera. Steindi, þetta lítur ekki alveg nóg vel út, þessi kommentin Gumma Ben hérna í útastættunum. Náttúrulega þínir menn töpuðu fyrir IA og eru neðstir fyrir úrslitakeppnina sem er ekki nóg gott. Ég ætla að segja það að mér finnst þetta svolítið sérstætt. Þannig að þá er svona eins og Gummi Ben að kannski vitað eitthvað aðeins meira en þú. Já, en því fannst þetta kjánalegast að svona heyrtir þið voru í 5. 7. seti. Ég ætla að minna á það að hvað er þetta margir leikir eftir? Það eru 5 leikir eftir. 5 leikir, 15 stig í pottunum og ég held með ykkur, þú veist það. Ég er búin að afturhelding haldið sér uppi. Já, þannig að stemningslið, við erum að hafa stemningsliðin áfram uppi 100%. Já, það eru 15 stig eftir í pottunum. Það er nú bara helvíti mikið sko. Já, en það hafi náttúrulega ekki komið sigur síðan í júní eða eitthvað, ekki svona sem að ætti að vera að stressa ykkur aðeins. En þú voru að hella meir í þig og hella meir í, fara til Svanna og mökka hann vel upp. Heldur að þeir spila eitthvað betur þú að Steindi drekki meira? Það er það sem vinnur með afturlíku, það er stemningin og allir í ofurölu vellinu. Ég sammála allir, nú þarf í alvörun samt bara, nú þurfum við bara alla bæjarbúa til að fara bara á völlin og látið sér heyra. Við þurfum alveg bara alla hjálp sem við getum mögulega fengið sko. Staðan er þannig núna, en hvernig er staðan? Erum við langt fyrir neðan eða? Nei, ég held að 3 stig í KR. En IA komið fyrir ofan KR? Nei, IA komið fyrir ofan ykkur eftir að þið runni ykkur. En ég held að sem hefur jafn mörg stig. Já, ok, þannig að við erum alltaf með IA og svo KR 3 stigum frá hann. Já. Það er rosalegt að KR myndi falla. Ég held að ekki margir búist við því. En þetta er líka eitt skemmtilegasti tími ásins. Það er íslenska deildin að klárast, enski boltinn í farin stað. Núna meira segja sko landsleikjahlé. Ég er hættur að ég er eiginlega fann að hlakka til landsleikjahlé. Já, þeir eru góðir. Já, líka bara því að United eru svo viðbjóðslega lélir. Hvenær er hérna leikurinn sem er núna, er ekki næst Úkraína og svo er Frakkland? Jú, það var líka að vera fullu völlin. Nú er stemning komin aftur. 2 heimaleikir í röð. Hann, okkar besti Hilmar, hann svaraði á Twitter. Hann verið meira en velkomnir með 12 með þeim á völlin. Það er ekki? Í alvöru stemningu. Já, þannig að við þökkum 12 fyrir það og mætum í alvöru gýr á þann leik. En er líka, ég ætla að þakka öllum sem tók þátt í bingónu síðust helgi maður. Það steglum að því. Það var hrikalega gaman og ég verð að gefa þið það Steindi. Þessi töframenn voru geggjaðir. Jón Víðis og Einar Einstaki mættu. Báðir frábæris. Fór á kostum. Það er rétt orðið. Það er bara fór á kostum. Bara fyrsta trikkið sko, ég meina ég veit ekki hvernig það var gert. Já, með þúsugallin í ávöxt. Svo gæði snillingur. Veit enginn hvernig þetta er gert. Og þessi póki þarna. Það var heldur mikið í þessum póka. Það var endalaus. Hann fyllti stúdíuð af hvernig drasli. Þetta var bara endalaus. Þeir eru búin að staðfesta báðir, komu sín í næsta bingoðu viljum og svo var marathon-bingoðið sem verður ekki í janúar? Já, ég var að spá í hvort það ættum ekki að vera með miklu. Líka verðum tónlistaradrið, verðum með bæði. En talandi töframenn Steindi, það er komið að íslensku slúðuri og þetta er liður sem ég fæ mikið sent á Instagraminu. Er ekki Steindi örugglega með íslensk slúður í dag? Og við með þess að fórum að borða á Nings og þar var starfsmaður sem sagði hvenær er íslensk slúður næst? Já, það er bara dettinn. Já, það er komið að slúðurinn. Þú farið sent update frá fólki sem er að sjá kannski selebi og okkur resum að skýta á sig eða eitthvað með okkur almennilegandi eða eitthvað, farið þú update? Já, ég fæ mikið af þessu og inboxið hefur rauninni alltaf verið bara. Hver var til dæmis að segja þá frá Ásgeiri Kolbens að hann var byrjað að hitamæla lið með puttanum að sér? Hver sendi það inn? Hann var ekki að hitamæla fólk með tungunum daginn sko. Já, það er enda þá verra mér. Hver kom með þann móla til dæmis að því að þú varst að vera helviti náinn honum
til þess að hafa orðið vitna þessu að hann Maður sé heyrir þetta bara að mæla fólk með tungunni. Maður færi fréttir bara eftir bara einhver Já, var það Hera eða pappans eða hver sendaði þið? Nei, það var, mástu, við fórum yfir þetta var faðir hann sem var að kvart yfir þessu. Já, þannig að pappans sendið Kolbeinn sendið þetta sjálfur. Nú, ok. Já, reyndar vissi ég ekki að hann var 92 ára gamall, ég ætla bara að viðurkenna Það var 90 ára árið, þá var amalið Fannst þið verra slúður þegar þú fréttið það? Já, svona, mér varst þetta sérstætt að vera að senda þetta á mig, þannig Nei, mér er ekki þér að kenna, þú veist þannig að móla að senda Það er málið Don't shoot the messenger. Auðvitað ekki. Og ég er núna með, strákar, móla sem ég er búin að vera svolítið spenntur að segja ykkur frá. Ok. Af því að það hafa, sko, fólk er búið að spá rosalega mikið hvað gerðist eiginlega í kringum Helga Rafael, töframann. Já. Af því að hann, sko, kom Býttu hver var áttur af hverju það er rosalega töfra stemning í gangi í samfélaginu. Maður finnur bara að það er sókn. Töfra stemning. Já, það er bara sókn og Ég get ekki sagt að finna allir fyrir mikli töfra stemmingu en það er gaman. Nei, það er bara búið að vera Það var alltaf að drullu gott alltaf í bingo-vonu. gegn og bara búið að vera líka, þú veist, það er ásótið töframanna haldi nýlega og það er svona búið að vera mikið Veistu hvað, margir mæta ástöndið þá töframanna, veistu hvað það er bara svona Hvað taka það bara 13, 14 Hvað sal eru þeir í? 14, 15 Þeir geta breytt þessu. Þetta er mörg töframenn. Þetta er mörg 1000 manns. Nei, hvað en svona grínast? Hvað ætli séu margir töframenn á Íslandi? 10? Það fyrir eftir hvort, nei, miklu fleiri. Fyrir keðu, ég ætla ekki að Þú blöð ekki vinsal töframennum lengur sko. Já, það eru fleiri. Já, ég veit þú. Allavega 15, 16, 100. Ég var ekki að tala illa. Ég spurði bara hvort það væri til 10 töframenn. Ég þá bara orðin public enemy number 1 að það. Já, sko, alls ekki vera drullegu töframenn að minna. Ég spurði hvað það voru margir. Svo saði ég heldur þessi mikið fleiri en 10. Þetta getur ég ekki kallað þessi að rakka niður mig. Þetta heyriru kannski oftast þessa kannski 10 eða eitthvað því að þeir eru orðin það stórir. Helgi, nei, ég hef náttúrulega aldrei heyrt Helga Rafael. Getur fengið Helga Rafael Aldrei heyrt Helga Rafael, þetta er bara eitt frægasti töframaður landsins. En ég hef aldrei séð hann töfra. Nei, hann hefur verið með svo fá giggina af því að hann er búin að, ég á ekki bara að gefa ykkur ríkall. Þegar ekki bara tá og stór. Málið er það, Helgi Rafael hann er the bad boy of magic. Það hefur alveg oft komið fram. Og hann er í grænum samfesting með mynd af kongulóa vef og kongulón þegar við hirtum þetta. Það er bara svona Spiderman. Já, í samfesting. Bara Spiderman. Alvöru samfesting. Það er bara græn. Já, búningur. Og svona með kongulóm og hann er með sítt hár í tagli. Hann er samt með þunnt hár, fattiði. Hann er mjög þunnharður. En hann rík heldur í þetta. En byrðið slúrið núna, bara segja okkur frá honum. Það ertu bara svona að rifja hann aðeins upp. Ég er bara aðeins að rifja hann upp. Segja ykkur hvað er að gerast þetta. En mannst þú ekkert eitt heldur það? Jú, hann lætur borðin svífa, hann er með eldveski, hann er með konguló og trikkið. Tippið á sig hverfa sem var vel umdeilt trikk. Ég bara viðurkenni það alveg. En fólk hræðist líka það sem það skilur ekki. Það hefur alltaf verið gegnum tíðina. Og hann er hræðist það skilur ekki. Sett hann ekki bara upp í eitthvað. Þetta var ekki eitthvað þannig kjaftaði. Það var eitthvað rótarinn hans var eitthvað hérna ég man þetta ekki alveg sko. Já, þú sagðir að fólk hræðist það sem það skilur ekki. Heldur þú að skiljur ekki bara tippaði að fara upp í eitthvað? Nei, ég var ekki að segja. Hann leta hverfa það. Ég man ekki hvernig þetta var. Þetta var eitthvað svona. Gerðu þið píku í gamla það? Settu svona tippi bak við ykkur? Já, allir ykkur partyflippi. Hendi það? Þegar báðu tekið það? Oft gert það. Það er bara nýlega. Reyndar ekki nýlega. Oft ekki. Það er ekki að því að gera það heima þessi bara. Nei. Það er bara stemning. Ég var ekkert að dæma það. Nei. En þú segði bara oft gert eins og sett nýbúin. Ég vil segja að það þarf að vera moment fyrir það. Auðvitað. Herru, en svo er hann alltaf með sko catchphrase sko. Hver? Hann sagði alltaf Helgi Rafael. Já. Hann er íslenskur, já. Já, hálfnorskur. Hann sagði alltaf dömmin og herrar. Nei, byrju, hvað sagði hann aftur? Byrju, nú er ég að leita þessu. Hvað? Veist ekki hvað maðurinn segir? Þú veist hann að hlusta, hann getur verið reiður sko. Jó, hann segir vil ég sá galdra? Ég er Helgi Rafael. Maður það er catchphrase hans. Okay. Hvað er slúðrið? Hvað er slúðrið?
Ertu ekki með íslensk slúður? Jó, ég er bara aðeins að segja ykkur frá honum Því að langt síðan við Þú bara vorum tala manni svona 7-8 mínútur Já, Það er ekkert að hann gera er ekkert eðlilega svalur Já, Hann er 47 ára gamall Og er búin að galdra síðan hann var 12 ára Og hann fekk sett þegar hann var 12 ára Erða pappa sínum sem var lest á sjói í Noregi Donatello, ég er búin að segja ykkur því Hann var bastardur Donatello Donatello Íslendingur sem heitir Nei, hann var algjörn Hann var normaður Akkur heita þær allir eitthvað saman og Turtles Heitaði það? Heitir hann ekki Helgi Rafael? Það er ekki Donatello Donatello með fjólublái Þegar þú segir það sko Og dó pappans á töfrasjói Dó hann á töfrasjói Já, en það sem er málið er að þú veist hann kom bara inn með svo mikið muni ekki þegar Helgi mætti á ásatíð töframanna fyrir nokkur árum þegar menn voru í fótboltabrenn og voru það var hitabilgja það var í september með þess að muni ekki eftir þessu þá mætti hann óvænt og það var allt vittlust það var allt vittlust það var búið að var þurris í bollunni og þetta var haldið í bústaf mást ekki, það var verið að fara að blása okkur tertu og eitthvað svona Nei, ég bara ekki þessu Komdu nú með slúður En hann er svona the bad boy of magic og nú er komið í ljós sem er sem er svolítið svakalegt sko er að pappans hann Donatello hann dó ekki Hann í rauninni sko sviðsetti dauða sinna því að hann var komin í svo mikla galdra kulnun Trúur mér ekki Galdra kulnun Ég er meira að hlæja bara hvað er að því Gæti ekki bara sagt nei við giggum Það er fyrir að okkur þykjast drepa sig Það var svo mikið pressa á hann Þetta var stærsti töframæður í Noregi Donatello pappans Já Hann er ekki sagt nei Rafael, bara Ég hættur að gigga í 2-3 mánuði Hann fór í það mikla töfrakullunar sviðsetti Hann gæti ekki meira Hann var í rauninni og þá hefur hann sem sagt farið Vissi Helgi Rafael að því að þú var allt sviðsett eða? Nei Hann bara búin sirkjan sem var 12 ára gammal bara erði settið og bara allt sko og hann er búin að vera í rauninni bara í drull yfir allan tíma En veit hann núna hans á lífi? Já, hann veit hann á lífi að því að sko og pappans hefur ekkert að móti honum ekki neitt, þetta var bara staðan og hann er að reyna svona reach out sko en það sem gerðist þarna á öllum þessum árum er að Donatello eignast annan son sem er þá bróðir Helga sem er Helga Rafael yngri bróðar hans Hvað heitir hann? Goggi Leonardo Goggi Það er staðan Stendur Goggi Leonardo bara á Ekki gefur Nei Goggi Leonardo Hann tala litla íslensku Hann tala litla íslensku Leonardo var líka Turtles eða ekki Hann er alveg sköllóttur svona smá yfir með topp, þunnan topp Hvað er allir sköllóttir hann? Lent í grjótinu Hann er búin að vera í 20 ári í grjótinu í Oslo Hver? Goggi Leonardo og er nýkomin út og lærði töfrana þar hann er í rauninni ennþá meiri Bad Boy of Magic heldur en nokkuð tíma Helgi Og eru þeir eitthvað óvinni þá? Nei, þeir hafa ekki hist En nú er komin tími, skilur, á að koma með punktin Þannig að þetta eru 3 töframir þarna Þetta er Donatello sem er ennþá lifandi, Helgi Rafael og Goggi Leonardo sem er bara bróður hans sem var í fangilsi sem er verri meiri bad boy heldur en hann ávist að hafa verið með legendary sjóðar sko inn í jailinu og það er að nú er hann sko koma og hann ætlar að fara að henda í sjóina hvor? Leonardo Goggi hann er að fara að mæta og í sjó og þá er Helgi sko þeir eru báði núna að fara að vera með sjó ekki saman hann, sko. En pappi er hann komin úr þessari kulnun eða? Já, hann er komin úr kulnunni Er þið 3 saman það? Hvað er þetta tics eða það er ekki búið að auglýsa Hvað er sýningin? Líklegast í Háskólabíó en það er ekki búið að segja
hvenær Nei, ekki búið staðfesta Nei, og Þannig að það var slúðrið að Donatello er á lífi og Helgi Rafael og bróðir sem heitir Goggi Leonardo Já, og það eru fólk getur búist við alvöru Þetta er bara reykja Ég held að sé fullt af fólki sem er að hlusta sem haldið við séum bara freðnir þetta er mest að þvæla sem við heyrt En þú veist, fólk getur búist við rosalega sjóið og minnst að Helgi náttúrulega er búin að taka Butterfly-sprengjuna þegar hann batt við félagann og tók þyrlun og kveikt í og klift á bandið leið og hún sprakk 5 metrum fyrir onan ekkert aðeinslega hættilegt trikk þannig að það er alls konar Hann er alltaf með penisin á sér öllum aldrei Þetta er vannan 18. sjói Já, það er svona spurning þannig að þetta er svona þetta er slúri að Goggi Leonardo er núna að koma bara til landsins búin að vera mikið erlendis og ætlar að hendi sjó ég er ekki að stríða ykkur Nei það er verið að skoða alveg sjó Hann ætlar að trúa ykkur einast orðið þessu og þannig að þetta verður spennandi að fylgjast með þessu þetta er svona slúðpakki dagsins, er þið sáttir? Já, mjög Já, þannig að þetta er búið á einhver aðrar fréttir Það var að fréttir, hvað meinur það? Maður sem sviðsetti dauða sinn það er bara maður að komast að henni í bróðir út allt þetta er ekkert eðlilega stór þetta er líka þessi stærsti móli Já, ég er meðtakað að slúðu, það er mikið í gangi einu slúði Já, hörðu, ég minnum á Pepsi og Keiluhöllina proud sponsors á FM 95 Blö Ég þarf bara eins að róa mig eftir þess að þvæluðina Já, en hann, bara svo þið vitið að ég hugsa að ég verði með gott follow up af Leonardonum því að hann er að koma og það verður pottitt dælt á mig eitthvað sem er að gerast þarna Við fáum aftur eitt gammalt og gott hérna Þetta er eitthvað sem ég ekki hert lengi All of the lights Já, svo bara komið tíma á kveðja hér FM 957 Topp tónlistarstöð Ég er að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og við þökkum ykkur kella fyrir það Það er, svona nánast bara komið að lokum hérna hjá okkur klukkuna vantar 5 mínútur í 6 Já, djöfull, flýgu tíminn drengi þegar maður sérstaklega maður fer að dýfa tánni svona í galdra í töframennuna þá flýgu, þetta var langt slúður Þetta var alvöru vakt að það er í slúðurinu, við kynna það En, já, stór helgi framöndan það er Manchester United Chelsea á morgun Þú erum að fara að tapa þar Blöð Ég er ekkert allt og bjartstýtt fyrir þann leik ég skal alveg viðurkenna það Í hvað sæti er alveg Það skiptir engum Nei, þið er ekki í neðsta Þetta spáði því, hvað sæti Við erum ekki í neðsta sæti En, já, ég held þess ekki eftir neina að bíða bara í góða helgi við minnum á blökkastið á þriðjudaginn það er bara á sínum stað og annars bara verðum við mættir hér aftur með fullan bát á föstudaginn eftir viku vonandi góða helgi og bara takk fyrir í dag Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957